Komið sæl, við erum í tengslum við umheiminn hérna við Rauðaborðið og það urðu tíðindi í Þýskalandi og við erum komin með alveg sérstakann fréttaritara okkar í Berlín, Ragnar Hjálmarsson sem doktor í stjórnarháttum. Heyrir þú í okkur? Já. Skýrt og skilmerkir það. Já, þakka þér fyrir. Ég nú að fara að taka viðtal við hann Val bókmenntir og taka viðtal við hann sem rithöfund rétt og eftir en hann bauðst til þessi gríni að spjalla við því að því hann hefur mikinn áhuga á svona og hefur vitað þýskri pólitík og já, ég baða hann hvort hann geti ekki bara verið með okkur í þessu spjalli til þess að reyna átt okkur á því. Getur þú sagt okkur að svona bara í byrjun, hvað var það sem gerðist? Já, í raun og veru það sem formlega gerðist núna var að Ólafur Scholz fór með tillögu inn í þingið og það er búið að vera að bíða lengi eftir þessu og stjórnin naut ekki trausts og þá voru því boðað til kosninga sem eru núna í 23. febrúar næstkomandi. En í raun og veru hefur þetta átt sér töluvert lengri aðdraganda. Fólk kannski tók ekki eftir kosningunum við Trump en daginn eftir þá féll stjórnin endanlega en hún var búin að vera svona lifandi dauð í ansi langan tíma og það var búin að vera svona innra ósættum í stjórninu mjög lengi. Þannig að þetta er það sem allir byggust við. Hér í Þýskalandi þá að kalla kosningar svona snemma, stjórnin fellur í raun og veru í nóvember og síðan kosningar í lok febrúar og þetta eru svona það sem kallast á ensku snap elections í Þýskalandi að allir ferlarnir í kringum það hvernig skipt stjórnir að þýska stjórnarskráin mjög dítaljeruð það náttúrulega í ljósi sögunar. Þannig að þetta svona með fljótasta mögulega hætti sem verið að búa til kosningar. Og það náttúrulega svolítið bagalegt að einmitt á þessum tíma núna í janúar þegar Trump tekur formlega við og allt fyrir í fullan gír þar að þá eru stjórnmálin bæði í Þýskalandi og Frakklandi nokkuð lömuð. Já, það er ekki gott. Ég var í Berlín síðasta vetur og ég horfði á áramóta orð Scholz og það var bara átakalegt að horfa á hann. Hann var svo bitur og reiður og Macron sem sýttur á Macron sem var svona glansandi og var að reyna að vera bjartsýnn en upprunalega vandinn það ekki að þegar þessi ríkisstjórn var stofnuð með 3 flokkum, frjálsindemókrötum, græningjum og sósíaldemókrötum og sem eru með flokka með mjög mismunandi skoðanir, frjálsindemókratar, þeir vilja ekki taka lán, þeir vilja ekki auka ríkisútgjöld, heldur minnka þau meðan græningjar, sérstaklega sósíaldemókratar, vilja leggja í alls konar fjárfestingar innviða uppbyggingu, orkuskipti og leiðin til þess að koma þessu saman var að það var búið að safna í stóran og digran COVID-sjóð sem þurfti síðan ekki á að halda og þannig átti að geta borgað fyrir framkvæmdir án þess að hækka ríkisútgjöld en síðan undir lok síðasta árs þá ákveður Hæstiréttur og það megi ekki nota þennan sjóð í annað heldur en COVID þó að það sé eiginlega búið og þar með var forsetar vilja farnar. Það er stjórnlagadómstóllinn sem gerir það og það er eins og segir þetta er náttúrulega 3 flokka stjórn og allt rétt sem þú segir með þennan aðdraganda að þau lenda í rosalegri klemmu þarna og þau get ekki nýtt þennan COVID-sjóð þessar, hvað var það, 60-80 milljarða evrur sem þau héldu að geta nýtt í grænu umskiptin og þá blossar upp þessi átök innan stjórnarinnar en þetta var þegar við mynduð 2021 stjórnin að þetta hefði náttúrulega alltaf verið annarkvort Große Koalition eða þá CDU, CSU til vinstri eða SPT til hægri og SPT til vinstri að það var svona kannski ákveðin svona vonan 2021 að bæði græningjar og FDP þetta yrði svona meira progressívara heldur en hafði verið og það er kannski svona meiri breytingar heldur hafði verið í síðustu árum og Þýskaland þarf svo mikið á að halda en það var einhvern veginn eins og
sko FDP og græningjar, ég meina hvað var það sko félagslega réttindi fólks að þau alveg sem blæsið þar, mjög sem liberal, en síðan náttúrulega kekk þetta á sko hvernig frjálslyndir héngu í skuldabremsunni og vilja ekki sjá grænu umskiptin sko eiga sér stað nema þá að sko að markaðurinn í raun og veru leysi það. Og meðan að græningjar vilja náttúrulega töluverða íhlutun frá ríkinu til þess að keyra í gegn grænu umskiptin. En svona, þú veist, frjálslyndir demokratar, þeir eru svolítið svona, þeir vilja keyra eins hratt eins og þeir vilja á autobanninu og eru svolítið svona, hvað er nú að segja, svolítið, já, afturhaldsamir þegar kemur að beitingu ríkisfjármagns. Já, þetta sko Angela Merkel sem að vildi held í öllum við, hún skilur eftir sig arfleiða mörgum sviðum, hún kom til dæmis á þessari skuldabremsu þannig að það má ekki nú að taka lán ekki einu svona í nauðsynlega innviðauppbyggingu og en á sama tíma þá varð engin framþróun hennar löngu stjórnarsetu sem að menn ætla sem kannski ráðast í núna en megi ekki hækka yfirdráttinn, þannig að Já, það alveg réttur, þú veist að innviðir í Þýskalandi, sko, þú veist, umheimurinn hefur ákveðna mynd af Þýskalandi sem að hér virki allt og hér sé allt eftir lög og reglu og svo framvegis og hagvöxtur og þess að það. Og það bara hefur ekki verið. Ég meina, síðustu 5 árin í Þýskalandi hefur í raun og verið 0 hagvöxtur. Hann dettur niður í COVID, fer síðan aðeins upp og síðan hann bara búinn að vera 0 í síðustu 2 ár. Og á sama tíma hefur hagkerfi Bandaríkjanna vaxið sko heil 12%. Og það svona í Þýskalandi, það bæði þessi innviðir, þeir hafa ekki náð að byggja upp mjög sterkan sko tekno, svona digital og teknigeira. Og síðan að hafa sko þýsk fyrirtæki og þá sérstaklega í bílaiðnaðinum gert alveg katastrófísk mistök að sko bílaiðnaðurinn í Evrópu sá iðnaður það sem fyrir langmesta peningi í rannsókn og þróun á tekni og þýski bílaiðnaður svo langstærsti í Evrópu og það í raun og alveg makalaust að með allan þennan pening að sko þau hafi sko ákveðið að veðja á jarðefna eldsneytisvélina í bílum. Að, þú veist, að vera að vinna heilmikið í því að hafa góða fjölðurinn og að bílinn komist hratt upp í 100 og síðan að rafmagnsbílamarkaðurinn bara gjörsamlega breytir öllu. Þetta, þú veist, þú kemst upp í 100 miklu fyrr bara út af því að þetta batteri og bíllinn orðinn einhvers konar sími og meðan að þjóðverðarnir eru svona fastir í svona sínum viðjum og það alltaf að spila líka inn í, menn að það búið að vera áföllstríð í Rússlandi hækkaði mjög mikið orkukostnað fyrir fyrirtæki Þýskalandi, hér mikill efnaiðnaður til dæmis sem hefur reitt sig á ódýrt jarðefnaeldsneyti sem á erfitt með að bregðast við. Og síðan líka aftur eins og ég segi, sko, 10% þjóðverð að vinna í bílageiranum, mjög stór geiri, en samt sem að það bara 10% og fyrir einhverju 4-5 árum voru þeir að framleiða yfir eða hátt í 6 milljónir bíla og eru núna svona á ári og eru núna komnir í 4 milljónir bíla. Þannig að svona spurningarna sem að þjóðverð að standa frammi fyrir núna eru svolítið svona erfiðar. Það geopólitískur órói sem þeir þurfa að bregðast við. Þeir þurfa einhvern veginn að endurhugsa efnahagskerfið sitt og sérstaklega hvar það verður framlegð í hagkerfinu. Og síðan þurfa að tryggja einhvers konar svona samfélagslega stöðuleika og það hefur líka skort upp á hann hér. Innflytjendamál eru mikið heita mál og þriðjungur kjósenda styður þjóðernispopúlista þannig að það oft sagt að lögum sé á tímamótum en Þýskalandi sannarlega á tímamótum nú mundir.
Og skynjar þú það bara svona á fólki og í borginni, Berlín einhvern veginn að fólk, er fólk bara órálegt yfir þessari stöðu eða? Þjóðverjar eru náttúrulega partar mjög mikið og við kannski sem Íslendingar að stundum svona fallast manni hendur hvað Þjóðverjar þola lítinn sársauka. Við verðum því að hér geti verðbólga farið upp í 18% og að reikningurinn frá einhverju einokunarfyrirtækinu tvöfaldast og húsnæðislánu okkar fyrir eitthvað, ég veit ekki hvað og hvað, en hér í Þýskalandi sem svo eftir innrásinni í Rússlands í Úkraínu þá fór þýskt samfélagi einfaldlega bara á hjörum því að orkureikningar einstaklinga og heimila myndu hækka sem þeir gerðu svo í raun og veru ekkert mikið en það er náttúrulega búið að vera stanslaus í raun og veru uppgangur hérna, þessi fyrir auðvitað smá tímabila á 10. áratugnum en nokkuð stanslaus uppgangur hérna frá því eftir stríð, þannig að Þjóðverjar þola svona sársauka þröskuldin er mjög lág en enga síður að þá náttúrulega fólk var orðið mjög þreytt á þessari stjórn, hún var ekki að ná sínum markmiðum og var búin að vera lifandi dauð mjög lengi, þannig að ég held að það sé ákveðin léttir að það séu kosningar og að pólitíkin geti haldið áfram að díla við þau verkefni sem þarf að díla við og síðan náttúrulega þarf Þýskaland líka að stíga inn í Evrópumál og það náttúrulega búið að vera hægagangur á Evrópumálum núna, franski, þýski öxullinn hefur ekki verið að virka sem betur fyrir mjög öflug pólitísk forysta og önnur forysta í Póllandi og þessi 3 lönd þurfa að koma saman á næstunni bæði til þess að díla við breytt landslag hinum megin við Atlantshafið og síðan hvað að gera hvað varðar Úkraínu. Það er þessi 3 lönd sem að keyra samtvinnun Úkraínu inn í Evrópu og munu líka þurfa að ef það verður saman með einhvers konar frið og það mæti einhverja friðargæslusveitir þá verður þær að koma frá þessum löndum. Þannig að þetta er mikið undir. Þetta er kallað Weimar þrýrningurinn sem er raunverulega 3 mestu herveldi meginlandis og Frakkland, Þýskaland og Pólland. Nú er Donald Tusk forsætisráðherra í Póllandi sem er mjög Evrópusinnaður og Macron er ennþá forseti Frakklands en verður það í mestalagi til 2027 þegar Marine Le Pen gæti tekið yfir sem er ekki mjög Evrópusinnuð en staðan í Þýskalandi hún er flókin, það virðist nokkuð ljóst að Friedrich Merz verður næsti kanslari sem sagt fyrir hönd kristilegra demókrata sem eru langstættir í skoðanakönnunum en það er bara að vera svo erfitt að mynda ríkisstjórnir af því að flokkunum er búið að fjölga og kerfið er búið að tvístrast. Það er GroKo, svo kallaði hefur verið 3 og 4 ríkisstjórnum Angelu Merkel voru með sósíaldemókrötum en þeir duga bara alltaf til held ég að þeir eru alltaf nógu fjölmenni samanlagt og fyrir það er alltaf óánægja með því að báðir miðjuflokkarnir séu saman og þá stakka inn eða hvað? Þetta verður mjög tæft, þetta það er möguleiki, ég er alveg rétt hjá þér að Friedrich Merz verði sem er formaður eða kanslarakandidáti kristilegra demókrata, hann verður næsti kanslari. Ég held að þeir myndu vilja að taka aftur svona grocery coalition bara með sósíaldemókrötum en eins og segir þá mjög tæft að það hafi í raun og veru náið meirihluta. Þá þurftir að taka græningja inn út af því að frjálsir-demókratar eru bara utan þings samkvæmt konunum og síðan eftir með þjóðernispopulistana AfD og hægra megin og Sara Wagenknecht vinstra megin og þau eru með svona þriðjum og eru í raun og veru eftir stjórntæk eins og staðan er núna. Þannig að þetta verður mjög erfitt að mynda stjórnina og það er líka stjórnarsáttmálar hérna í Þýskalandi að þetta eru í raun og veru mjög harðir samningar. Það er verið að leggja fram prógrami í þó nokkrum smáatriðum fram næstu 4 árum. Þetta er ekki kannski meira eins og við Íslendingar þekkjum sem frekar óljós óskalisti. Þetta er í raun og veru bara svolítið svona samningur eins og fólk gerir börnin sín þegar þau skilja. Þannig að eitthvað sem þarf að bera virðingu fyrir. Og það getur verið að það verði svona pólitísk óróleiki og það verði ekki myndið stjórn kannski bara fyrir en í vor.
En það rétt eins og segir sko með Friedrich Merz að hann áhugaverður karakter, hann í raun og veru bara sko 1 ári yngri heldur en Angela Merkel. Hann verður 70 á næsta ári og hann svona, hann kemur þarna úr Sáenland, kemur þarna úr vestrinu og hann var svona vonastjarna vestursins, hann var prótóge hans Wolfgang Schäubles, fjármálaráðherra fyrrverandi Þýskalands í Evrukrísunni og hann kemur úr þessum, hvað heita Burschenschaft sem þessi bræðralög í þýskum háskólum, oft mjög hægriðsinn, svona stuttbuxna félagsskap. Og hann var svona eins og ég segi, vonastjarna vestursins, en síðan aldamótin þá ýtir Angela Merkel honum til hliðar og í raun og veru síðan bara úr forystu flokksins 2004 og hann fer í business-heiminn og síðan 2009 að þá verður hann yfirmaður BlackRock í Evrópu sem hafði þá komið vel út úr efnahagshruninu og hann svona andstæðingar sjá hann sem svona anglo-saxon kapitalista en hann í raun og veru svona eiginlega skapalónið þessi gamla kristilega demokratisk kaþólska pólitík vestursins að þeir eru anti-kommunistar, þeir eru svona ordoliberalistar, kaldastríðsmentalitet og líka miklir Evrópusinnar. Hann náttúrulega mikill Evrópusinni og það alveg í DNA kristilegra demokrata að styrkja Evrópu og beita Evrópu sem í raun og veru framhaldi af sínu valdi. En það sem kannski munurinn núna að vandamálið sem Úkraínu til þess að díla við það að Þýskaland þarf núna að sýna mun meiri forystu á Evrópusviðinu heldur en hefur verið gert krafa áður. Það alltaf verið erfitt fyrir Þjóðverja að beita valdi sínu innan Evrópu og þeir hafa alltaf gert það Kazakstan kallað svona tamed power, svona hamið vald. En staðin núna að Þjóðverja verða að stíga upp eins og sagt en ég held að Merz að það svona beinanum hans en hann samt líka bara svona gallharður samningamaður og mun ekkert eitthvað verið að gefa mikið eftir hvað var hagsmuni Þýskalands en þetta, hann interesting karakter, hann líka svolítið svona hefur verið svolítið svona klúðurslega hvað kemur út úr honum, hann svona daðra við populismann og strategían hjá eins og sósíaldemókrötum hefur verið svolítið að reyna að teygja tímann þangað til að kosningarnar verða haldnar. Þannig ég von svolítið það að kjósendur fari svolítið svona að hugsa sig tvisvar að það fari svolítið svona self-destruct og á sama tíma kynnið þá Olaf Scholz sem alveg eins og 2021 sem einhver sem getur tryggt stöðuleika eftir að Merkel var farin og hann væri svona Frieden-kansler, svona fríðarkansleri í Evrópu sem hefði tekið Þýskaland í gegnum erfiðar krísur en ég veit ekki hvort það gangi upp, stemningin svolítið pessimistisk hérna í Berlín. Stjórnmálamenn í Þýskalandi eiga helst að vera frekar óspennandi og það svona það sem Scholz hefur með sér. Já, það kannski ábyrgt ástæða fyrir því. En segðu mér aðeins, þú hefur nú aðeins Ragnar Hjálmarsson, þú hefur stúderað svolítið það ekki, þú ert doktor í stjórnarháttum og hefur stúderað svolítið það ekki þegar að verður svona eins og hrun í stjórnarháttum og hefur talað að þá sé stundum eitthvað svona skapandi viðbragð ert þú bjartsýnn á að svo alltaf bara svolítið mikið, kannski kemur kannski svolítið mörgum óvart eða hvað, svona þessi uppgangur hægri populisma og fasisma jafnvel og svona
Gerir þú þér ennþá vonir svona að það verði einhvers konar skapandi viðbragð núna í þessari krísu eða tekur þýska svartsýnin yfir þarna? Þjóðverjar náttúrulega gerðu það sem var áhugavert eftir að stríðið í Úkraínu brast á að Scholz kynnti það til söguna það sem að kalla hann sætervendin, að það hefur átt sér bara vatnaskil og að núna þyrfti Þjóðverjar að fara að huga meira að varnar- og öryggismálum og myndi eyða 100 milljörðum evra í það. Það sem er kannski áhugaverða við það að það hefur verið ákveðin að Þjóðverjar í raun og veru vesturþýska ríkið á 5. og 7. áratugnum bara svona nýfætt ríki, mjög antikommunist og svolítið svona hart að finna fæturnar, en síðan á 7. og 7. áratugnum að þegar þíðan byrjaði í samskiptum stórveldana að þá kemur þessu ostpólitík Þjóðverjana og detant og Þjóðverjar keyra það svolítið áfram, þannig að þýsk stjórnmálastétt að hún er mjög innbakað í hana að eiga góð samskipti við austur. Þannig að þessi sætervendi hans Scholz var mjög mikið pólitísk gífskipting, mjög hörð og hún hefur kannski ekki skilað sér efnislega í þeim breytingum sem að voru stóðu til og sérstaklega hvað var uppbyggingu hersins. En enga síður þá það þannig að þessi sætervendi hefur gerst kannski svolítið í huga kjósandi. Að stór meirihluti, yfir 65% Þjóðverja telur að þýska ríkið þurfi bæði að annaðhvort að halda framlögum til Úkraínu stöðugum eða auka þau, sem og að þau þurfa að taka til í hvað var það sín varnarmál. Þannig að hjá almenningi ríkir nokkuð stór samstæðum þar, þó að þjóðernispopulismen til hægri og vinstri séu á annarri skoðun. En varlega nú hægt að tala hernaðar uppbyggingu sem svona skapandi viðbragð eða myndir þú geta flokkað það? Þegar mætir rússnesku imperialism sem er 1000 ára gamall, þá er kannski ekki eitthvað annað skapandi viðbragð í boði, en hvað var það þessi kannski síðan hitt sem er það viðbragð við þessum þjóðernispopulisma, og það er mjög einkennilegt. Ég hjó við það þegar ég var á Íslandi fyrir árinu og allt í einu var eldgosið byrjað og 8. eldgosið eitthvað álíka og maður sá það á strætóstoppustöðinni og maður yppti öxlum, maður var ekki náttúrulega vanur. Og sama í Berlín, ég bý í mjög líkurar búblu í Prenzlauer Berg, þar sem 2% kjósa AfD, en ég fer út í útkverfin til austurs og síðan bara í fylkin í kringum Berlín. Og það með þennan stuðning upp í 30% og herra. Og einhvern veginn finnst manni það eðlilegt. Þannig að það er svolítið svona sem að Þjóðverjar þurfa að taka á og ég sé ekki alveg að það sem að virðist allavega vera allavega ljóst er að það sem að hefur verið reynt að gera til þess að einhvern veginn að díla við þetta ástand. Það strategíu sem flokkarnir hafa verið að beita hafa í raun og veru ekkert mikið verið að virka. Og ég, með þetta vandamál þjóðernispopulisma og þetta tengist þetta líka, eins og mitt á rannsóknarsvið hefur verið hvernig samfélag geta brugðist við hörðum efnahagskrísum, hvað pólitíkti og stofnanlegi ferlar hægt að sitja í gang og þetta er náttúrulega bara hreyfing og breyting sem að byrja þar og við erum að súpa seiðið ennþá að alþjóðlegu fjármálakrísunni. Já, kannski vantar svolítið samt þetta skapandi viðbragð sem að Oddný er að kalla eftir, sem að Þjóðverjar hafa sýnt fyrstulega náttúrulega eftir seinni heimsstyrjöld, þannig að náttúrulega voru þeir ótrúlegir í að breyta sjálfum sér efnahagslega og pólitískt og byggja þessu upp aftur og síðan var aftur, eins og nefndir, þessi krísa rétt fyrir aldamót og það tókst nú að koma öll aftur í gang. En þú veist tala populisman bara þessi skjóti inn, bara mála að Merz er bara svolítið, hann er
hans hugmyndir eru bara svolítið af gamla skóla. Það er þessum vestræna ordoliberalisma Wolfgang Schäuble skóla og það sem maður kannski hefur áhyggjur af að þessi stjórn að mun hún hafa þær hugmyndir fyrir Þýskaland sem að þarf til að koma því áfram. Ég meina, hans efnahagshugmyndir eru bara svolítið skerniðu skatta á fyrirtæki, hann hefur líka verið að leggja til að draga úr félagslegum greiðslum til fjölskyldna gegn því að lækka skatta á yfirvinnu. Hann ekki, hann svona skeptískur á grænu umbreytinguna, hann ekki eitthvað svona, eins og Trump, eitthvað svona climate denialist, en heldur að það einhvern veginn að fanga kolefnið úr andrúmsloftinu sé leiðin, þannig að þetta eru ekki mjög ferskar hugmyndir og síðan hinum megin verður Scholz laskaður, hvort að hann nái að halda sér í starfi eða hvort að Óskar Pistorius taki yfir á eftir og síðan eftir með mjög karismatískan formann hjá græningum, Robert Habeck, sem svona við akademikarnir, við höfum mikla ánægju af honum því að hann er svona einn okkar en græningjarnir virðast vera það stjórnmálaafl í Þýskalandi sem virðist hafa einhverja hugmyndir hvað varðar framtíðina sem eru svolítið ferskar en einhvers konar stjórnarmyndun og málamyndun þar á milli að ég er ekki alveg að sjá hvar þetta djarfa nýja hugsun. Mest ekki alveg með maður nýra tíma en þú vilt samt meina að hann og Scholz sem tókust harkalega á í gær að þeir séu líklega til að mynda ríkisstjórn kannski með græningjum heldur en að hleypa AfD hægri populistunum inn sem eru samt með þetta mikið fylgi. Heldur að það muni svo regla muni halda? Ég held að það er pólitísku jarðskjálfti ef AfD færi inn í stjórnarsetu. Ég held að það sé algjörlega ólíklegt hvort þeir noti eitthvað þannig sem taktík í stjórnarmynduna við það er erfitt að segja en það myndi allt titra hérna ef AfD kæmist inn en enga síður þegar stjórn verður mynduð að þá verður AfD stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn og sem stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn þá hérna í Þýskalandi að það þýðir líka töluvert aukið fjármagn til flokksins og líka aðgengja aðstofnunum og björgum innan á þinginu sem að AfD mun fá þannig að þetta verður ég menna að þú getur verið með scenaríu þar sem að þú ert með CDU, sósíaldemókrata og græningja saman í stjórn með svona þeir flokka sem taldi vera svona salonhæfi í stjórnmálunum og síðan ertu með AfD og Sören Wegener harða andstöðu. Það náttúrulega mjög pólariserandi stjórnmál sem taka við. Þetta náttúrulega alveg svakalega spennandi og kannski þú fáist til að koma og segja okkur aðeins frá bara þróunin í þessu málum og við verum að fylgjast með Robert Hackett eða hvað hjá græningjónum en við getum ekki halda áfram spjallun í dag. Ragnar Hjálmarsson, doktor í stjórnarháttum í Berlín, hjartans þakkir fyrir að koma og bara vera okkar fréttaritari beint að vettvangi. Mín er ánægð. Takk hérlega fyrir gott boð og gott samtal. Já, takk. Og við vonandi höldum við því áfram og ég greip Val Gunnarsson, rithöfund og sakfræðing og sem þekkir vel til í Evrópu til þess að sitja með mér og taka þátt í spjallinu. Kæra þakkir fyrir það, Valur. Við tölum saman á eftir. Við tölum saman á eftir bókmenntir, skiptum svið og hlustendum áhorfendum þökkum við þetta fyrir að fara út í djúp þýskra stjórnmála og krísunar með okkur. Takk. Við höldum áfram eftir smástund, förum bara í frímínútur og svo höldum við áfram samræðinu við rauðaborðið. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.